Komiði sæl, við heilsum ykkur á austan og úr Jökuldalnum að þessu sinni. Við komum víða við í þættinum í kvöld. Við skellum okkur í háloftin með Kolbeini Inga Arasyni flugstjóra, en hann flög sitt síðasta flug fyrir Flugfélag Íslands fyrir skemmstu. Ég ætla nú bara að eiga gott og langt sumarfrí núna. Á Djúpavogi fær gamall lýsistangur nýtt hlutverk sem listamiðstöð. Þetta var bara að vera framtíðarsýningarrými og fyrir tónleika svo heyri kannski. Já. Svo lítum við á Mjóeyri við Eskifjörð, þar sem rekin hefur verið ferðaþjónusta árabil. Við köllum þetta fjallameðferð hérna. Þú ert hérna á milli fjallana í kyrrðinni og friðnum og heita pottinum. En við hefjum leikinn á Breiðdalsvík á tónlistarhátíðinni Rock the Boat. Fyrstu börnum var í haunum, háttar og örnum, finnum tíma, klippum og líma, ég elst ekki að leik fram að hátta tíma. Hafi, ég þekki ekki annað hafi, var harmenni annan að mamma, sjúkti slögruna, sýstir víkuna, þunna brósi, var örgla væntingin breyti, reyndi með hæskunni. Hafi, ég þekki ekki annað hafi, Það voru 120 manns allstaðar úr fjórðungnum sem mættu í blíðskaparveðri á tónleikana Rock the Boat sem framfóru að kvöldi þjóðhátíðardagsins þann 17. júní síðastliðinn á Breiðdalsvík. Þar komu fram þeir Prins Pólo ásamt hljómsveit sinni og Teitur Magnússon sem fekk heimamenn til liðs við sig. Tónleikarnir heppnuðust með afburðum vel eins og sést á þessum myndum og eru tónleikahaldarar staðráðnir í því að endurtaka leikinn að ári. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Góðan dag komið sæl góðu farþegar, fyrir hönd Flugfélags Íslands býð ykkur velkomna um borð í þessa flugvél sem ber nafnið Hallgerður Langbrók. Áætlaður flugtími til Egilsstaðar 45 mínútur. Flugstjórinn okkar í þessari ferð er Kolbeinn Ingi Arason og flugmaðurinn er Magnús Sigurjónsson. Kolbeinn Ingi Arason flugstjóri flög sína síðustu ferð fyrir Flugfélag Íslands fyrir skemmstu eftir tæplega 30 ára starf. Hann er nýorðinn 65 ára en samkvæmt reglugerðum er flugmönnum þá skylt að hætta að fljúga farþegavélum. Góða farþegar, þetta er flugstjórinn, Kolbeinn Arason heiti ég. Við erum nú í 22.000 hæð og lendum á Egilsstöðum eftir 20 mínútur. Við notuðum því tækifærið og fengum að fylgja Kolla, eins og hann er oftast kallaður, í sitt síðasta flug til Egilsstaða þar sem við spjölluðum við hann flugferilinn og framtíðina á þessum miklu tímamótum. Kolbeinn er fæddur og uppalinn á Norðfirði. Hann er kominn af sjómönnum og bændum og varði hann mörgum uppvaxtarárum sínum í sveitinni hjá ömmu sinni og afa á Vaðbrekku á Jökuldal. Hann segist þó vera meiri héraðsmaður en Norðfirðingur þar sem hann bjó á Egilsstöðum í 10 ár þegar hann meðal annars rak Flugfélag Austurlands. Við rifjum stundum upp, ég og
Pelli sem flestir þekkja nú á Austurlandi, Benedikt Vilhjálmsson. Við vorum ekkert voðalega stórir, þau vorum að fylgjast með flugvélum og sjúkraflugvélum sem kom á Norðfjörð á þeim tíma. Og Pelli myndi það nú betur en ég, en hann sagði við hefum staðið og ég myndi það þegar hann rifið eða. Við hefum staðið og horfðum á flugvél fara í loftið og það var rautt blikkandi ljós á henni. Já, þetta örugglega sjúkraflugvél. Við vorum alveg sammála um þetta. Og þetta finnst okkur náttúrulega svolítið sniðugt því að þessi rauði blikkandi er á öllum flugvélum alltaf. Við náttúrulega vorum bara litlir strákar og glaðir og miklu speklandar. En alla tíð langaði mig til að fljúga. Já, Kolli var ekki hár í loftinu þegar hann vissi að hann vildi verða flugmaður. Hann sinnti samt sem áður almennum sveitastörfum á Jökuldalnum framundir 20 og var hann 17 ára gamall þegar hann fór fyrst á sjó. Þetta var nefnilega svolítið sérstakt því að ég var byrjaður að safna saman siglingatímanum minn til að fara í stýrimannsskólann. Pabbi var skipstjóri og afi var formaður og það var ekkert annað eðlilegra heldur en að fara og læra það sama eða þannig. Ég langaði ekki sérstaklega að sjóa. Ég var náttúrulega bara einfaldur Austfirðingur og vissi ekkert hvernig lífið gekk fyrir sér annar staðar og svo datt ég inn í það hvernig átti að fara að því að læra að fljúga. Það var það sem að raunverulega velti hlassinu. Það er litla þúfa að átta sig á því hvernig væri farið að því að læra að fljúga. Og það var eftir ég var á netaverki hér í Grindavík á bát frá Norðfirði og hitti hérna kunningja minn sem var komið hér suður, jafnaldra, og hann fór með mig hér út á flugvöll og kenndi mér hvernig ætti að fara að læra að fljúga. Þar með var boltanum kastað, það geti aftur snúið. Kolbeinn fann svo sannlega sína hillu í lífinu. Hann lét drauminn rætast og skellti sér í höfuðborgina í flugnám þá 21 árs gamall. En hvað tekur við eftir nám? Ég byrjaði vorið eftir ég fékk atvinnuprófið, þá tók ég reyndar kennaraprófið, byrjaði að kenna hérna hjá flugstöðinni þar sem ég lærði, þannig 74. Þá hitti ég mann austan af Egilsstöðum, Sigur Björgusson, þá var orðinn aðalkallinn með Flugfélag Austurlands og það var samkomulagi, ég kemi að vinna hjá honum. En haustið, þá hætti Sigur og ég satt allt í einu uppi með félagi. Þannig ég þurfti að taka þetta allt að mér, það var ekkert annarkvort var það bara flytja og fara í burtu. Okkar maður var ekki nema 24 ára þegar öll starfsemi Flugfélags Austurlands lenti á hans herðum. Hann tókst á við verkið af miklum krafti og átti eftir að verja næstu 10 árum hjá félaginu við almenn flugstörf og uppbyggingu. En náttúrulega markaðsvæði Flugfélags Austurlands ekki stórt. Við erum mjög stórir í sjúkrafluginu. Þegar svo tala sem ég man hæst að við fórum í að fljúga eitthvað ríflega 180 fluga ári sjúkraflug. Það er fyrir utan allt hitt. Bakstykki í þessu var póstflugi sem við vorum með samning við Póst og Síma. Og þetta var mjög skemmtilegt. En þetta var stundum alveg rosalega erfitt og erfið vinna því að hann svona farið ég segi að það færi svona varlega með hvíldartímaregluna, stundum var maður í sjúkraflugi allan nóttinu og svo flög maður hitt á daginn. Þetta var mjög góður tími, þetta var pílítið besti tími sem maður hefur verið í, þannig séð. En sem sagt að þetta fór samt að þreyta mann og það var svona margar ástæður á bakvið það. Ég ákvað að reyna að gera eitthvað í að breyta til. Og það gerði hann. Snemma árs 1985 hætti Kolbeinn störfum hjá Flugfélagi Austurlands. Hann tók sig til og flutti til Ástralíu með fjölskylduna þar sem hann dvaldi í tæp 2 ár. Þegar hann kom aftur heim réð hann sig til starfa hjá Flugfélagi Norðurlands á Akureyri. Menn fannst þetta aldrei einkennileg leið að fara til Akureyri Ástralíu. Svolítið langt svona krókur. En þetta fór sem sagt þannig, ég réði mjög Flugfélagi Norðurlands og það þróaðist, það voru rétt um 10 ár. Þangað það sameinað innanlandsflugi flugleiða og búið til þetta sem núna heitir Flugfélag Íslands. Og faktískt þetta ennþá sem sama kennitala, Flugfélag Íslands og Flugfélag Norðurlands. Og þar ertu búin að vera síðan? Ég er búin að vera þar, já, síðan 86. Það vantar nokkra mánuði upp á þessu 30 ár. En skyldi hann aldrei hafa orðið hræddur líf sitt í háloftunum á þessum langa ferli sem flugmaður?
Nei, ekki beint, en þó auðvitað hefur það líka gerst. Ég vil orða þetta þannig að það er nauðsynlegt að vera alltaf hræddur. Það eina sem mátt ekki vera skemmt. Það er náttúrulega gríðarlegur stigsmunur á því. Ég meina, þú þarf alltaf að vera á tánum yfir í hvað þú ert að gera. En nú ertu sko að taka síðustu flugin þessa vikuna. Já. Hvernig er svo tilfinning? Vá! Já, ég meina, ég hef nú stundum hugsað það, og finnst það í raun og veru, menn ég er bara þakklátt ef að maður geta klárað eitt svona starfsfélagi á þess að hafa valdið tjóni sjálfum sér og skaða á öðrum. Það er bara að vera hamingjusamur. Ég held að ég sé bara búinn að gera uppfyllingin fyrir þetta allir síðan, sko. Þetta er bara að klárast, ég er bara að klára þetta og gera sem þannig að verði ekkert kuska á því eins og það, sko. Þetta er kuska á hlýbarni, sko, hérna. Þegar Kolbeinn lenti á Egilsstaðaflugvelli í allra síðasta sinn var hann kvaddur með viðhöfn af samstarfsfélögum sínum þar. En þrátt fyrir að hann sé hættur hjá Flugfélagi Íslands er ekki þar með sagt að hann sé hættur að fljúga. Hann hefur svifið háloftin í 42 ár og mun án efa sjást til hans þar aftur í nánustu framtíð. En hvað tekur við eftir að síðasta flugvél er lokið? Ég ætla nú bara að eiga gott og langt sumarfrí núna. Við förum örugglega þvælast, ég og frúin, ég fylgta börnum og barnabörnum. Það er bara svoleiðis. Ég er ekki búinn að setja mér neitt plan fyrir neitt í framtíðinni. Ég hef ýmislegt að sauða sjálfur og ég vona bara að mér verði eitthvað út því. Það er bara spurningin að skipuleggja sjálfa sig. Hvað höfum við hérna? Þetta er lýsistangur, gamall sem á að fara í verða menningarsetur bara. Það er hérna sýningar, tónleikar og allt sem fólk dettur í hug. Bara það sem dettur í hug? Já. Og lýsistangur, hvernig? Hann er fínn sko, við komum inn í honum skoðan bara. Ok. Þetta er rosalega hljóð. Já. Þetta er náttúrulega hugmynd frá Erlu. Og ég vildi að þetta heita bara, tangunum þetta heita Erla. En þetta bara vera framtíða sýningarrými og fyrir tónleikar svo heyri kannski. Já. Og svo þetta verður sko lýsi framtíðarinnar. Þetta verður sko útflutningsvara næstu því. Nei, ég segi svona, það verður en í framtíð verða ábyggilega margir listamenn sem vilja fá að gera eitthvað hérna. Hvað getur sagt með um tank? Já, frekar lítið, það var í lýsi. Hérna voru sko rör sem var hituð upp með gufu til þess að lýsi myndi renna. Og það er eina sem ég veit sko. Það er búið að hreinsa núna og þetta er að taka botninn og gera inngang og þetta verður að þróast aðeins sko. Ég verður örugglega spennandi að setja vatn í þetta og Finnbogi Pétursson kemur ábyggilega að setja hérna vatn og hátalara og ljós og fleiri svoleiðis. Og Erla ætlar alltaf tónleika hérna. Ég veit ekki alveg hvernig hún bara taka einn tón og biðja og svo næsta. Ég veit það ekki. Þannig að sko ef ég býst við að sko ein manneskja með tón sko rödd eða verði bara hérna eins og kór. Gamlir tankar eru víðar land notaðir til listsköpunar. Þór segir að í nokkur tíma hafi rætt breyta tankinum Djúpavogi en nýverið var látið til skara skríða og hann skrúpar hátt og lágt. Fyrr segist Þór ekki að gengi lengra en að stinga höfðuninn í gatið og gægist inn fyrir. Já, ég kom ekki, þorði ekki inn í hann hérna áður
var hreinsað. En hvað sástu þegar þú stakst hausnum inn? Það voru sko rör hérna í botninum og það var minna ljós, það var ekki búið að opna hérna lúgur þarna uppi. Þannig ég stakk bara hausnum rétt inn og myndavélinni. En já, þetta var allt annað. Þetta var grútskítugt og ótrúlegt bara að þetta skulle hafa tekið svona vel að hreinsa þetta. Maður finnur eitthvað stæka lyktina. Ég held að það hefði verið svartolíutankur og ég að pæla hvort að það sé eitthvað til í því. Ég vissi ekki að lýsið hefði verið hitað upp sko, en þú sér að það eru svartir taumar þarna líka. Ekki búið að ákveða hvenær tankurinn verði tekið í notkun eða hver verði fyrsti viðburðurinn. Eftir að ráðast í loka hreinsunargólfinu og útbúa þægilegri inngang. Hérna búið að merkja svona meðra stað, en það dugir til. Við sjáum hérna útlínuna fyrir hurðinni. Já. Þetta verður magnað. Ætlaði bara að skera bara beint í? Já, það verður svona byrjað því að skera gat, svona lammi bara, hann Kalli nú svo lunkinn, hann gerir þetta. Svo hérna svona draumurinn að verið hérna andir svolítið sko, til þess að hérna geta verið með þetta alveg sem sér rými sko tanginn. Þá getur myrkvað, sett vatn í gólfið, jafnvel eitthvað og notið hérna og klappa á einhverju svörum þessuna, eftir hvað hendar. Og þá haldið honum alveg einangrun? Já, þá áttum við sko, getur haft, já eins og sé myrkvað og kannski bara hljóðið líka. En í dag fáránlega gaman að leika sér með hljóðið í tankinum. Hjónin Sævar Guðjónsson og Berglind Ingvarsdóttir hafa rekið ferðaþjónustuna Mjóeyri við Eskifjörð í 12 ár og bjóða ferðamönnum upp á dvöl í einstakri náttúrufegurð og fjallakyrrð. Segðu mér frá ferðaþjónustunni Mjóeyri. Hún náttúrulega, eins og nafni gefur til kynna, á Mjóeyri við Eskifjörð og við kaupum hérna íbúðarhús 2004. Það svona í upphafi álversframkvæmdanna og breytum strax hluta af því í gistiheimili. Og höfum svo síðan verið að smá byggja upp og 2006 og 2007 byggðum við fyrstu sumarhúsin og í dag eru þau 10 ásamt því að byggja hérna upp baðhús og græja veitingastað og fleira. Höfum búin að vera smá byggjað upp og svo náttúrulega ferðir og annað út frá Mjóeyri. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Man dettur alltaf einhver vitleysa í hug en ég var búin að vera dálítið að vinna við aðalega rútuakstur og leiðsögja göngumönnum. Og svo lærði ég ferðamarkaðsfræði veturinn 2003-2004 og þá vorum við eiginlega ákveðin í að fara eitthvað í þessa vaxandi grein sem ferðaþjónustan var. Og þetta var svona niðurstaðan eftir að við búin að skoða ýmislegt. Við keyptum hérna Mjóeyrina. Þetta er norskt sjóhús byggt af útgerðarmanni, norskum útgerðarmanni sem gerði út hérna fyrst og svo var þetta pakkhús og svo lengst af reynda bara íbúðarhús. Og það svo sem enn, við búum á neðri hæðinni og hérna þetta er svona hús með sögu eins og kannski þessi bæjarhluti hérna Eskifjarðar sem við búum í. Þetta er allt norsku bær svolítið, gömul norsk hús. Það var gaman að geta komið svolítið lífi í það. Hvernig svona hefur vöxturinn í ferðaþjónustunni verið á þessum tíma? Já, hann er náttúrulega búinn að vera frá því ekki neitt því að þegar við byrjuðum þá vorum við spurðaði hvort við væri nú endanlega orðið rugluð sem að sjálft er nú rétt. Að byrja í ferðaþjónustu, það voru einhver ferðamenn á Eskifirði og það var náttúrulega ástæðan fyrir því var svo að það var engin gististaður og engin veitingastaður og í raun og veru bara sjóminjasafn Austurlands og bærinn sem að dró hingað ferðamenn, þannig að það var ekki mikið ferðamenn hérna 2004. En síðan hefur þetta vaxið smá saman og síðustu kannski 3 árin alveg gríðarlega. Ferðamannatímabili hér eins og annars þar er að lengjast og mikið orðið að skíðamönnum og veiðimönnum á haustin og þetta er orðið og hefur verið í raun og veru frá upphafi heilsársferðaþjónusta. Við ákváðum það strax í upphafi að við ætlum að starfa við þetta allt árið og höfum gert það.
Já, sko, afþreyingin auðvitað bara staðurinn. Fyrir útlending að koma hérna í kyrrðina og friðinn og sitja hér og horfa á sjóinn og fuglana og kannski nýsur hérna við eyrina, fara í heita pottinn og bara njóta. Það er út af fyrir sér afþreying fyrir þessa útlendinga sem er að koma hér í gistingu. En auk þess bjóðum við upp á til dæmis gönguferðir og höfum verið með það alveg frá upphafi og reyndar var í byrjun því áður en við keyptum þetta. Og hér er að koma veiðimenn, sérstaklega hreindýraveiðimenn. Ég er hreindýraleiðsögumaður og fer með marga veiðimenn á ári. Það er svona 2 mánaða að starfa að sinna því. Og svo erum við með bátalegu hérna við Randalsfjós og svona ýmislegt annað. Eitt sem fór úr Stína litla sjó með pappa sínum. Nú heiti ofur litla. Það er bara undantekningarlaust að held ég að fólk er ánægt, en það hafa verið að gefa okkur góða einkunn. Það er í raun og veru það sem að segja okkur hver upplifun fólks er á Booking og TripAdvisor og víðar. Og maður getur alveg ímyndað sér það, komandi úr stórborg, Skarkala, Evrópu eða Kína, að koma hér í ró og frið og hafa þetta útsýni sem við sjáum hérna, fjöllin og fjörðin fyrir fram að sig. Þetta hlýtur að vera sterk og góð upplifun fyrir fólk. Við köllum þetta fjallameðferð hérna, hérna á milli fjallana í kyrrðinni og friðnum og heita pottinum. Sævar og Berglind reka veitingastað í gömlu sjóhúsi sem að staði hafi óhreyft 90 ára skeið þegar þau tóku við því og geymir það því ómetanlega sagnaheimildir. Nú erum við stödd í Randalsfjósi sem er norskt síldarsjóhús, byggt 1890 af Peter Randall og var notað svona sem síldarsjóhús fram undir ca. 1920-30. Þá hurfu síldarsjómennirnir norsku hér úr verbúðinni og hún stóð nánast óhreyfð í 80-90 ár. Þangað til að 2004 þá eignast Sjóminjasafn Austurlandshúsið sem á það í dag og 2008 þá förum við í samvinnu við Sjóminjasafnið og við sjáum hérna reksturinn á húsinu fyrir safnið. Og í dag bjóðum við upp á hér lokal veitingar, fisk hérna úr firðinum og hákarlamennsku brennivín, síld og erum með opið veitingahús frá 1. júní til 1. september alla daga, bara með matseðli og svo opið fyrir hópa þess á milli. Er þið good with the shark? Yes. Hérna sérstaklega upp í verbúðinni sem við erum stödd í núna. Þar gerðum við ekkert annað en bara svona þurrka rykið af og vildum alls ekki breyta neinu þar því að þetta er svona eins og ég hef stundum sagt svona gluggi til fortíðar. Þetta er bara eins og þegar karlarnir fóru og ég hafði allavega á tilfinningunni þegar ég kom hérna fyrst að karlarnir hefði bara skroppið eitthvað. Það voru bara 90 ár síðan. Já, það er ábyggilega ekki margir svona staðir til bara í heiminum jafnvel. Allavega ekki hér á landi þar sem að tíminn stoppar svona nánast í 90 ár, þannig að þetta eru greiðileg menningarverðmæti og mikil saga hér í hverjum einasta hlut og bara í kójónum og öðru. Og því miður kannski vita menn of lítið kannski hvernig lífið hefur verið hér og annað slíkt en allavega við erum hér með kaminu og hér var hægt að hita kaffi og halda hita, þannig að ef við hugsum aftur til 1890 þá var þetta verið náttúrulega lúxus gististaður. Því að hér hanga fötin ennþá og hér eru stígvélinn og meira sér að tæmdu þeir ekki í kokki. Yes. Can I take a picture? Yes. Thank you so much. Seahouse. Thank you so much. Í Lonely Planet er þetta svona top pick af veitingastöðum á svæðinu sem er svona, já, held ég það hæsta sem þú getur fengið frá þeim í meðmælum og ég hef ekki heyrt annað en að fólk sé yfir höfuð ánægt með matinn hérna. Við allan að kappkostum við að bjóða eins og segja upp á ferskan fisk og mat hérna af svæðinu. Það er harðfiskverkun í næsta húsi, auðvitað bjóðum við upp á harðfisk á þessari harðfiskverkun. Og það er hér hákarlaútgerð frá Eskifirði, þannig að við bjóðum upp á hákarl. Og svo erum við að gera út báta, þannig að við bjóðum upp á fiskaþeim. Þetta er allt, og hreindýr reyndar hérna af heiðunum í kring, þannig að þetta er allt saman af svæðinu og við reynum að kappkosta við það algjörlega. Mér finnst það mikilvægt og ég held að fólk líka
kunni vel að meta það. Þátturinn er þá ekki lengri í kvöld. Við kveðjum ykkur frá ljósmyndasýningunni Bændur á Jökuldal sem er haldin á hreindýraslóðum í allt sumar. Við sjáumst aftur í næstu viku. Verið sæl. Röster går